Guðmundur Magnússon heiti ég og í fyrsta sæti fyrir Alþýðufylkinguna í Suðvesturkjördæmi. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já. Hvernig ætlið þið að gera það á kjörtímabilinu? Við þurfum að koma á stað, við þurfum að kjósa okkur til þess, en við leggjum mikla áherslu á það að heilbrigðiskerfið á að vera gjaldfrjálst. Og þetta var borgast af sameiginlegum sjóðum okkar og við teljum líka að það eigi að skipta betur kökunni almennt. Við teljum að þetta séu mannréttindi að fá góða heilbrigðisþjónustu og hún á ekki að vera grundvölduð á því hvað ég hef í laun eða hvernig ástand mitt er að öðru leyti. Að hvað leyti er þið sálfræði og tannlæknaþjónusta þar inni? Það er alveg sjálfsagt. Ég meina, sálinn og tennurnar og augun og eyrun, þetta er hluti af líkamannum en á ekki að vera eitthvað sér. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin eru 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar krónu á móti krónuskerðingar sem kallast sérstök framfærsluuppbót ber hún 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Nei, þessi framfærsluuppbót er náttúrulega bara grín. Þetta er ekki hluti af almannatryggingakerfinu, heldur félagsleg aðstoð og fyrir löngu að vera búið að henda út. Fyrir utan það að það fáránlegt að skattleggja fólk tvívegis fyrir sömu krónurnar. Ætlið þið þá að afnema krónu á móti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili? Alveg sjálfsagt, leið og við komumst að. Hvenær þá á kjörtímabilinu er það gert? Bara leið. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúmuna án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þáttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, og við teljum líka að það þurfi að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Mjög mikilvægt, vegna þess að hann er raunin ekki almennilega komin í gildi fyrir og þetta drátturinn á að fullgilda bókunina er líka til skammar. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið þið að fara í þessa NPA-vinnu? Strax. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki enda er ekkert eftirlit með því aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þér það í lagi? Nei. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Já, fyrst að Mannvirkjastofnun hefur ekki haft dugg í sér til þess að gera það, eins og þeir hefðu átt að gera, að þá verður einhver að gera það og svo vantar bara í lögin sem sagt einhvern ákvæði það að það séu sektir eða viðurlög við því að aðgengi sé ekki í lagi og opinberum stofnunum og bara almennt þar sem að fólk á leiðu. Hvenær á kjörtímabilinu myndið þið farið það að vinna þessu aðgengiseftirliti? Strax. Annars stundur háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þér þetta í lagi? Nei. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Það er mjög mikilvægt að varðandi túlkaþjónustuna að það sé stór aukið varðandi námið, að gera það meira aðlaðandi, að fólk fari í túlkanámið og fjölga þar að lendi túlkanámið og líklega þarf að hækka launin þar verulega og bæta aðstöðuna fyrir túlka almennt. Og eins, það má ekki heldur gleyma að textatúlkuninni. Ætlið þið að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi? Já, það er eitt af því skilurinn sem við leggjum fyrir að allt nám sé gjaldfrjálst, alla leið og þá tölum við líka fyrir námslaun. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið að vinna þessu aðgengi fatlaðs fólks að námi?
byrjum strax. Takk Guðmundur.